Einar, hörkuleikur. Já, þetta var hörkuleikur. Erfið völlur, blautt, en jú, þetta var hörkuleikur. 20 stig held ég, en já, veit ekki hvað að segja mér. Og hérna, svona leikurinn lengst af svona í járnum og lítið færi. Jú, þetta var svolítið bara það. Þeir spila þokkalega fast og eru þokkalega þéttir og við fengum nú alveg einhverju 2-3 færi til að loka þessu en fyrir miður þá gekk það ekki en sem segir, þeir eru að berjast fyrir sínu lífi og það er ekki grín að mæta svona liði og þannig að þetta þróaðist þannig að úrvarð fátt færi þannig var það sko. Ekkert vanmat í gangi hjá ykkur? Nei, það er ekkert vanmat. Þeir komu heim í Ólafsvík í sumar og unnu okkur og það er engin ástæða til að vanmeta leikni. Þeir eru fínir fótboltastrákar í þessu liði og þú veist, það er allt í staðar hana og stundum bara eiga lið svona tímabil sem að lítið gengur og ég hef nú lent í því sjálfur þannig en ekkert vanmat og í raun og veru þá bara, hvað ég segja, svona smá klaufagangur í okkur að fá okkur þetta mark en það er búið og því verður ekki breytt núna. Og kannski svona vallar aðstæður sem að svona verið valdandi á bæði mörkunum? Já. Sleipu bolti og... Nei, vallar aðstæður eru fínar og flott veður. Jú, ég var lítið sleipu völlur en það á við bæði lið og í raun og veru þá hafði það ekkert áhrif í mörkunum. Þannig að já, ég get svo sem ekkert kvartað yfir því. En hérna, áframhaldið þið ætlið ykkur upp í deildina fyrir ofan eða ekki? Jú, við ætlum að vinna næsta leik og til þess að vinna næsta leika þá þurfum við að fara á æfingu á morgun og æfingu á mánudaginn og það er bara sama plan og venjulega þannig að það er næsti leikur. Og vakti svolítið athygli hérna glaðvarhópur sem að fylgdi ykkur og... Já, það var mjög hressandi og virkilega gaman og það er bara vel skilju. Það var mjög gaman að heyra þeim. Og en með svona það sem er búið að ganga eins og búið að ganga hjá okkur í sumar og þeir eru kannski miklu ofar og kannski ekki í því sæti sem að flest margir spáðu ykkur. Já, okkur var náttúrulega spáð 5. sæti og ég veit ekki hvað. Ég veit svo sem við fórum bara inn í mótið með það á bakinu og vorum bara þokkalega, fannst það bara fínt og svo fórum við bara að spila þessi leiki og svo þegar mótið þróaðist svona þá náttúrulega verða menn bara að þroska saman og taka verkefni sem koma svona og bara gera sitt besta. Við erum í þessari stöðu núna og við erum búin að vinna fyrir því og menn verður bara að halda áfram og það þýðir ekkert að fara eitthvað að væla og bara núna er æfing á morgun og svo er næsti leikur einhvern tímann. Föstudaginn eða laugardaginn held ég. Og eru þið kannski búin að koma sjálfum ykkur á óvart með genginu? Ég raun og veru veit ég ekki vegna þess að ég nei, kannski ekki. Við áttum náttúrulega fínan deildabikar og gerðum fína hluti þar þannig að nei, þessi deild er bara jöfn og óvart og ekki neitt. Nei, ég held ekki. Þetta hefur þróað svona og það er ekki hægt að sjá fram í tíman í þessum fótbolta þannig að við erum bara sallarólegir og tökum næsta leik eins og ég segi. Takk fyrir gangið.